Sæl öll og velkomin að þennan stutta fjarfyrirlestur í Nýsköpunarvikunni 2020. Ég heiti Magnea og ég framkvæmdastjóri Team Spark þetta árið og með mér í dag hann Ásbjörn en hann verkefnisstjóri liðsins í ár. Í dag ætlum við að stikla á stóru verkefnið, hvað við gerum, af hverju við gerum þetta, hvernig liðið hefur þróast í gegnum árin, tengingu liðsins og liðsmanna við atvinnulíf á Íslandi og svo auðvitað hvers konar nýsköpun má finna innan Team Spark. Svo munum við líka sýna ykkur nokkur vídeó frá keyslum sem við höfum búið til. Byrjum á því, hvað Team Spark? Team Spark nemendadrifið þróunarverkefni innan Háskóla Íslands þar sem aðalmarkmiðið að hanna og smíða rafknúinn kappakstursbíl á hverju ári. Svo förum við með bílinn til Evrópu til þess að keppa í Formúla Student en það einn stærsta verkfræðikeppni í heimi. Liðið samanstendur af nemendum sem eru flestir í verkfræði en þó höfum við nokkra nemendur úr tölvunarfræði, hátæknifræði, starffræði og félagsfræði, svo eitthvað sé nefnt. Við erum ótrúlega stolt af því hvað við höfum fjölbreyttan hóp af fólki sem dreifist allar deildir háskólans í liðinu okkar. En vert nefna að allir nemendur háskólans með að taka þátt í þessu verkefni. Svo líka mjög gaman að minnast að þetta 10. starfsárið okkar í ár. Hver eru markmið liðsins? Það jú auðvitað að smíða keyrandi kappakstursbíl en það svona heildarmarkmiðið. En liðið svo miklu meira en það. Í liðinu fá nemendur HÍ vettvang til þess að nýta rám sitt í verkefni þar sem nemendur fá að hanna hlut, framleiða hann og setja hann svo á bíl. Þegar við erum svo búin að smíða bílinn, þá förum við til Evrópu og keppum, eins og ég sagði áðan, í Formúla Student. En þar keppum við í 3 static keppnishlutum og 4 akstursgreinum. Static keppnirnar eru design presentation, cost event og business case. En design þar förum við yfir bara svona hönnun bílsins, allar greiningar og prófanir sem við höfum gert og svona sannfærum dómarinn að bíllinn sé það sé eitthvað varið í hennar bíl. Cost event svo snýr að því að búa til svona kostnaðarplan fyrir liðið og þar í rauninni setjum við upp eins og fyrirtæki og listum upp alla kostnaðarliði framleiðslunnar. Business presentation, það búið eiginlega til svona gervifyrirtæki þar sem aðalvaran okkar bíllinn sem við hönnuðum. Og kynningin hugsuð svo eins og svona pitch fyrir mögulega fjárfesta og hér verið að leggja áherslu á að búa til kostnaðaráætlun og áhættumat fyrir þetta mögulega gervifyrirtæki. Akstursgreinarnar sem við keppum svo í acceleration, skid pad, autocross og endurance. Acceleration eða hröðun á íslensku snýst að keyra bílinn eins hratt og hægt á 75 metrum og hérna snýst þetta allt að hafa bestu hröðunina á bílnum. Skid pad eða gripkeyrsla snýst að keyra bílinn eins hratt og hægt í stöðugri krappi beygju, þannig að við keyrum í svona eiginlega 8. Og þar verið að keppast að hafa sem mesta gripið grip í dekkunum í beygjunni. Autocross eða hraðaakstur svo keppnið sem við keyrum stutta braut með mjög mikið af þröngum beygjum og þar markmiðið að bara keyra á sem bestum tíma. Endurance eða þolakstur síðan 22 km lang keysla þar sem verið að tékka á úthaldi bílsins og ökumanns og svo sparsemi bílsins. En núna ætlum við að sýna ykkur stutt myndband þar sem við förum yfir liðið og verkefnin. Ég heiti Sara og ég á mínu 3. ári í Team Spark en fyrir 3 árum þá slysaðist ég til þess að skrá mig í liðið óvart með vinum mínum og þá hef ég ekki hætt. Team Spark Formúla Student lið en Formúla Student snýst það að smíða og hanna rafknúinn kappakstursbíl. Ég heiti Finnur og ég kom í Team Spark af því að hérna hef ég tækifæri til þess að sinna þeim áhugamálum sem ég hefði ekki tækifæri til annars staðar. Það getur verið mjög erfitt að vera í Team Spark en þegar upp staðið þá þetta alltaf frábæri reynsla og fáránlega skemmtilegt. Svo græðir maður alltaf einhver tækifæri á þessu og lærir alveg heilan helling.
en stærstu undirstöður liðsins eru styrktaraðilarnir sem að hjálpa okkur við að framleiða allt sem við gerum. Við höfum fengið að vinna náið með mjög stórum verkfræðifyrirtækjum á Íslandi í gegnum liðið. Það eru mjög fjölbreytt verkefni. Það er allt frá fjármálum upp í hönnun á einstaka bútum bílsins og í greiningar sem er cool. Það er hip og cool. Það er ótrúlega gefandi og skemmtilegt að fá að hanna hlut sem verður svo hluti af bíl sem keyrir. Það sem er svo frábært við Team Spark er að þó að þú sért í ótrúlega löngu vinnusessjónum og að gera mjög erfið verkefni, þá er liðsandinn ótrúlega góður. Þú ert aldrei einn að gera eitthvað verkefni sem tekur ótrúlega langa tíma, bara alltaf alla það hjálp sem þú vilt. Mér finnst frábært að sjá hlut fara úr hönnun í greiningu, í smíði og enda á bíl þar sem hluturinn virkar eins og hann á að virka. Í lok hvers sumars förum við svo með bílinn út á keppnir alla Evrópu og keppum við háskóla sem að gera nákvæmlega sama hlut í ýmsum akstursgreinum og fleiru skemmtilegu. Afsakið. Það er ekki alveg þetta. En já. Það var myndband sem við gerðum fyrir skömmu síðan. Þess að á þessu myndbandi sáuð þið ýmsa bíla keyra, stóra og mismunandi litin. Nú ætlum við að renna í gegnum stutta sögu liðsins frá fyrsta bílnum í þann nýjasta. Verkefnið byrjaði árið 2010 en þá ákváðu nokkrir vélaverkfræðinemar við háskólann að taka þátt í Formúl Stúdent-verkefninu. Fyrsti bíll er að kallaður TS11 og sést hérna á glærunum. En sá bíll samanstóð einungis af stálgrind, skel úr glertrefjum, einföldu fjörunarkerfi. En hins vegar var bíllinn án drifkerfis og það vantaði flest allt rafmagnskerfið í hann. TS12 var fyrsti fullbyggði bíll liðsins og nýstárlegt útlit hans var hannaður nemendum við Listaháskólann. Þessi bíll var hannaður með alls konar nýjum hugmyndum í huga. Rafhlöðurnar var settar fyrir aftan bílsætið, rafkerfið var hannað og smíðað frá grunni, grindin var sterk og örugg, fjörunarkerfið einfalt og drifkerfið mjög áreiðanlegt. Því miður þá gat þessi bíll ekki keyrt út á keppnum vegna vandamáls við drifkerfið. Þriðji bíllinn var kallaður TS14 en hann var smíðaður á 2 árum og vegna þess að bíllinn var smíðaður á 2 árum þá urðu mikil stakkaskipti á hönnun og smíði bílsins frá TS12. Rafhlöðurnar voru settar í 2 mismunandi box og koltrefjum, sikkur megin ökumanninn. Stálgrindi var búin til með það í huga að vera örugg en jafnframt sterk. Ökumaðurinn gat setið þægilega en jafnframt gerð til þess að lækka þyngdarmiðjuna, þannig að ökumaðurinn hallaði sér mun meira aftur en áður hafi verið gert. Fjörunarkerfið var endurbætt mikið. Það var unnið mikið með koltrefjar sem átti svo eftir að reynast okkur mjög dýrmætt, en til að mynda var sætið, skelið og öll box í þessum bíl úr koltrefjum. 2015 bílinn var síðan mikið byggður á 2014 hönnunni, en með mikill áherslan á þyngdin eins mikið niður og hægt var. Skipt var úr stál fjörunarkerfi yfir í koltrefja fjörunarkerfi og ýmislegt annað. Og niðurstöðurnar á þessum léttingum urðu að hann var 100 kílóum léttar en fyrir bíl. Einnig var
skiptu mótor í bílnum og í staðin fyrir 60 kW mótor var farið upp í 100 kW mótor. Þannig að TS15 bílinn markaði mikil stakkaskipti fyrir frammistöðu og getu liðsins. Árið seinna kom síðan fram TS16 bílinn. Hann markaði enn önnur stakkaskipti í liðinu. Þetta var fyrsti bílinn sem var með vangi og fyrsti bílinn sem náði að keyra út á keppni og komst í gegnum allar öryggisprófanir. 2017 var síðan smíðaður léttasti bíll liðsins frá upphafi en hann vó aðeins 217 kg miðað við 270 kg árið áður. Einnig var þessi bíll með mjög flottu loftflæðikerfi sem innihélt framvæng, afturvæng, hliðarsvæði og diffuser undir bílnum og var það í fyrsta skipti sem það var notað. Einnig var skipt drifkerfi og það var sett keðjudrif í stað gírkassa til þess að ná þyngdinni enn meira niður. Enn einn stóru tímamótin voru svo 2018 þegar að liðsmenn ákvaða að smíða fyrsta einbólung úr koltrefum sem hefur verið gerðir á Íslandi. Auk þess voru gerðar ýmsar bætur á rafkerfinu, drifkerfinu, fjöðrunarkerfinu og loftflæðikerfinu. Til að mynda voru vængirnir gerðir sterkari og léttari, ný tölva var sett í bílinn sem sá að stjórna mótorum og burðarvirkið var stórlega bætt. Þá er komið að nýjasta bílnum, en hann kallast Silfra. Þessi bíl var mestmegnis byggður á 2018 hönnunni, en hinn ýmsu kerfi voru fínpússuð og betrumbætt. Burðarvirkið var létt 30%, rafkerfi bílsins gert mun áræðanlegra, skynjarakerfi stækkað, nýtt fjarskiptakerfi sett í bílinn og fjöðrunarkerfi smávægilega bætt, svo eitthvað sé nefnt. 2020 bílinn var því miður einungis á hönnun því þegar við ætluðum að fara að framleiða hann þá kom COVID-19 veiran upp og við höfum ekki ennþá komist í að framleiða hann. Eins og þið sjáið og heyrið þá á þessum 10 árum sem liðið er búin að vera í gangi höfum við tekið miklum breytingum frá fyrsta bílnum í þann síðasta og það hefur tekið mikla nýsköpun að komast á þennan stað sem við erum í dag. Það hefur verið 10 ár af hreinni nýsköpun og við vonumst til að verði 10 ár af meiri nýsköpun og þá fáum við 10 sinnum betri bíl en hennan. Nú ætlum við að horfa á annað myndband, en það er stutt myndband sem var gert 2018 af lakabílnum keyra á frostnu Hafravatni á fallegum vetrardegi.
Já, þetta verkefni gæti aldrei orðið að veruleika ef ekki væri fyrir stuðninginn og velvild HÍ og svo einnig styrktaraðila liðsins. Liðsmenn vinna mikið með einum ýmsu fyrirtækjum í landinu sem hjálpa okkur að framleiða að finna rétta efniðin í verkefni sem við erum að vinna í. Þar má einnig nefna að stærstu styrktaraðilar síðasta árið voru Marel, Migro og Össur, en þetta samstarf er frábær reynsla fyrir liðsmenn til þess að kynnast nokkrum af stærstu verkfræðifyrirtækjum landsins og starfsemi þeirra og eru þar af leiðandi tilbúnari fyrir atvinnumarkaðinn. Þar sem ekki er mikið keyrandi rafmagnskappakstursbíla á Íslandi þá hefur öll þróun í liðinu verið háð því að liðsmenn fari í mikla rannsóknarvinnu. Þeir þurfa að tala við önnur lið frá stórum háskólum í Evrópu til að fá hugmyndir eða framkvæma sína eigin hugmynd ef það henta betur. Því er mikil nýsköpun sem á sér stað innan liðsins og það ýtir undir mjög sjálfstæð vinnubrögð allra liðsmanna. Við erum að sjá fyrsta ársnema í grunnnámi verða mjög færi til dæmis í tölvuteiknun og tölvugreiningum og svo auðvitað samsetningu, mælingum, vinnubrögðum og allri almenni handavinnu sem fylgir því að smíða bíl frá grunni. Námsmenn í liðinu fá því stórt tækifæri til þess að láta detta alls konar skemmtilegar og sniðugar hugmyndir í hug og ef vel gengur getur sú hugmynd orðið að veruleika. Liðið er líklegast þekktast fyrir okkar Vangi en í nánu samstarfi við Össur tókst liðsmönnum loftfræðihópsins árið 2016 að búa til Vangi með nýrri framleiðsluaðferð. Nýstárleg framleiðsluaðferðin fékk mjög mikla athygli og kom fólk í hjörðum af bílnum til að skoða Vangina. Meðal fólk sem hefur gefið Vangjunum mikið lof eru fyrrverandi og núverandi Formúlu 1 kappar sem hafa unnið við hönnun Vangja hjá öllum stærstu formúluliðum heims. Hönnun og smíði fyrsta koltryggða innbólung Íslands var annað stórt afrek en þetta var gert í samstarfi skipasmíðafyrirtæki Rafnar og svo Össur. Hugmyndin á bak við innbólung í stað hefðbundnar stálgrindar er að búa til sjálfbærandi burðarverki. Þetta gerir okkur kleift að hafa bílinn léttari án þess að missa styrk ásamt því að gefa okkur mikið hönnunarfrelsi. Þó svo að við séum að stefna í haust á að smíða einungis 3. innbólungin okkar þá hefur margt vatn runnið til sjávar síðan við smíðum okkar fyrsta. Fyrstu 2 innbúlingarnir voru smíðaðir í 3 meginskrefum. Útlit bílsins er fræst í stóra plasttimburkubba og svo tekið mót af útlitinu og svo er burðarvirki lagt í það mót. En þetta ferli er frekar tímafrekt og frekar dýrt en það er mjög árangursríkt. En svo í fyrra þá ákveða að skipta þessum gír og þróa nýja framleiðslutækni. Þar sem aðstæður á Íslandi leyfa ekki gömlu tæknina sem vorum að nota. Við ákveðum því að einfalda mótagerðina og í staðinn fyrir þessa fræstu plasttimburkubba notum við núna álplötur sem eru beygðar og skornar á réttum stöðum með frábærum stuðningi frá Migro og GA Smíðajáts. Og með þessu getum við stytt framleiðsluferlið 2 mánuði og þá getum við nýtt tíman betur í að betrumbæta bílinn en þá betri á öðrum vettvangum heldur en í burðarverkinu. Rafkerfi rafmagnskapakstursbíl er mjög óhefðbundið og þess vegna þurfa liðsmenn að hanna, smíða, forrita og viðhalda öllu kerfinu upp á eigin spýtur. Engin fyrirmynd er til að rafkerfi heils kappakstursbíls á Íslandi og hafa því liðsmenn hannað, greint allt sem er í bílnum. Allt frá vöktunarkerfi rafhlaðna, í öryggistýringar mótorsins og yfir í þráðlaus samskipti skynjara við netþjóna. Hugbúnaðarverkfræði eru heldur ekki fá því að rafmagnsbíll þarf ýmsar tölvur til að geta keyrt hratt og örugglega og þær þarf allar að forrita mjög vel svo ekkert fari úrskeiðis þegar að mest á reynir. Við viljum ekki að bíllinn hætti bara að keyra í miðri beygju eða keyra út í skurð út af því að hann ákvað að beygja einhvert sem þú vildir ekki að hann beygði. Einnig það mikið skipulag í kringum svona stórt verkefni og ákváðu liðsmenn að búa til sitt eigið verkefnaskipulagsforrit með öllum þeim eiginleikum sem lið þarf að hafa til þess að skipulag, teikningar, tímaskráningar og annað tapist ekki á milli ára. Annað mjög stórt hugbúnaðarafrek í liðinu er þráðlaust samskiptakerfi bílsins
við ýmsa netþjóna þar sem að liðsmenn sem standa á hliðarlínunni geta tekið upp símann sinn, opnað vefsíðu og fylgst með bílnum keyra. Geta fengið öll gögnin beint úr bílnum, beint í lófan á sér. Allur þessi hugbúnaður og allt rafkerfið er hannað, smíðað og forritað af liðsmönnum frá grunni og því hafa margir fyrrverandi liðsmenn fengið mikið lof fyrir góða kunnáttu þegar að þeir komu út á atvinnumarkaðinn eftir háskólanám. En hvernig er árið í liðinu? Nú, við getum skipt árinu upp í 4 meginlotur. Þær eru númer 1, hönnunarlota, svo framleiðslulota, síðan kemur prófunarlotan og svo klárum við á keppnislotunni. Í hönnunarlotunni þá ákveðum við allt sem ákveða þarf til þess að geta smíða bíl. Við komum upp með ýmsar hugmyndir, pælum í hvort hugmyndin sé nógu góð, prófum hugmyndina ef að hugmyndin er nógu góð og svo þegar við erum búin að gera prófanir á hugmyndunum og sjá hvort að hugmyndin verður að veruleika, þá förum við yfir í framleiðslulótuna. Nú, í framleiðslulotunni smíðum við og setjum saman bílinn frá toppi til táar, eins og maður segir. Allt frá burðarverkinu, einbólumnum, yfir í vængina og í stýrið og fjörunarkerfið og allt smíðum við sjálf og gerum. En auðvitað erum við bara mannleg og getum ekki gert allt alveg sjálf og þess vegna fáum við ótrúlega mikilvægan stuðning frá styrktaraðilunum eins og áður var sagt. Nú, þegar við erum búin að smíða og bíllinn er komin á dekk, þá taka við prófanir. Og í prófunarlotunni reynum við að komast að öllu sem að hefði betur mátt fara þegar við vorum að hanna bílinn. Því að jú, við erum mannleg eins og önnur og við gerum öll mistök. Og við komumst að einhverjum villum og lögum það svo þannig að við lendum ekki í villunum út á keppnum. Og þegar við erum búin að prófa og laga, þá förum við út á keppnir og keppum á Formúla Student keppnunum út í Evrópu. Við ætlum nú ekki að hafa þetta mikið lengri í dag. Það var bara stutt og laggott. Ef þið viljið sjá fleiri myndbönd eða myndir, þá getið fundið okkur á samfélagsmiðlum, bæði á Instagram og Facebook. Og svo eru myndböndin sem við sýndum ykkur áðan og mörg önnur inn á YouTube síðan okkar. Ef þið viljið sjá ykkur upplýsingar okkur, sjá hvað við erum mörg og hvað við erum að gera og gömlu bílana og alls konar, þá getið þið séð það inn á heimasíðun okkar, teamspark.is. Og ef þið hafið einhverjar spurningar kynninguna eða bara almennt liðið, þá getið þið sendt okkur tölvupóst á teamspark@teamspark.is eða sendt okkur eitt skilaboð á Instagram eða Facebook eða öllu hinu. Og við munum bara svara ykkur hæl. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið í dag og hlakka til að lesa tölvupóstana. Takk fyrir.